Halleluja. Amen. Drottinn, kærleikur þinn, ræðir biturleika minn og Guð. Ég þigg þína. Drottinn, af fegurð þín, verðir einnig fegurð mín og Guð. Ég þigg þína. Ó Guð, 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 ég þigg þína. Halleluja. Amen. Amen. Við bara þökkum fyrir kærleika þinn, Faðir, og við þiggjum hann í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, Snorri. Komið sæl og blessuð og ná Drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda. Við erum með ykkur öllum. Ég ætla að fá aðeins að tala til ykkar okkur sjálf og mótun okkar. Ég var að horfa á fræðsluþátt frá Bretlandi og hann fjallaði í raun og veru fornleifafund sem að Bretar fundu á ákveðnum stað við rómverska múrinn sem Hadrianus byggði, sem liggur þvert yfir Bretland. Þar rétt hjá voru í vegaframkvæmdum og þá fundu þeir gröf. Það var 51 beinagrind sem var í gröfinni, lágu svona hist og her. Það áttu allar það sameiginlegt að það voru hauslausar. Það vantaði hauskúpuna á þær. Nei, það voru 52 beinagrindur. Þeir fundu ekki nema 51 hauskúpu. Það vantaði eina. Og þeir voru að velta fyrir sér, hver ástæðan fyrir því að við finnum svona fornleifar? Af hverju er þetta geymt í jörðinni í Englandi? Og það var náttúrulega allir fornleifafræðingar og bókmyndafræðingar og víkingafræðingar og sögufræðingar fóru að lesa. Og þeir fara aftur í svona 950-60 eftir Krist og þá áttaði sig á því að sagan segir að konungurinn í Englandi hét Aðalráður. Hann gerði út Jómsvíkinga og drapaði á alla. Og Jómsvíkingar, þeir komu frá Skandinavíu og það var þeim til mikillar undrunar að þessir menn, þeir höfðu eins og allir dáið þannig að þeir höfðu horft í augu við dauðan. Þeir létu ekki blinda sig, þeir létu ekki höggva sig aftan frá, þeir voru afhöfðaðir með því að þeir horfðu fram á þann sem tók hann þá á lífi, á böðulinn. Og þetta kemur fram í sögunni og þetta er líka skráð í jörðinni. Og mér þótti svolítið athyglisvert að við sæjum það að ákveðin hugsun kemur fram að jörðin, hún geymir hugsanirnar og skoðanirnar sem Jómsvíkingarnir voru með. Hefurðu áttað þig á því hvað mikið af svona löguðu er í gangi hjá okkur sjálfum?
Þú fer í símaðinn og þú fer að athuga hvað þú ert að gera og hvað þú ert að fá. Það er verið að skrifa og tölvan í símanum, hún er mötuð af einhverju manni sem bjó til kerfið. Síminn gat ekki fundið þetta upp sjálfur, það var einhver hugsun á bakvið þetta. Þú fer í tölvunina heima hjá þér og það eru forritarar sem eru að skrá og búa til og allt í einu ert þú komið með heilmikið verkfæri. Það sér bókhaldi fyrir þig, það sér að skrifa bréfi fyrir þig, það sér samskiptin, geyma myndirna þínar og svo getur við haldið áfram. Allt á bakvið þetta er einhver manns heili, hugur sem bjóð þetta til. Hefur veltið fyrir þér hvort að það geti verið svona sem að birtist þér og mér þegar við fórum að lesa þessa heilugu bók. Að það er einhver sem hugsar málin á bakvið, það er einhver sem er búin að sjá málin fyrir og það er einhver sem er að segja þér hvernig málin fara og þegar þú tekur þessa bókin í hugaðinn þá verður eins og jörðin í Englandi, þú geymir upplýsingar. Þá er eins og tölvan á borðinu hjá þér, þú geymir upplýsingar. Þetta hefur áhrif á þig og þá verður eins og allt í kringu þig að þú verður með samskonar álit og það sem við köllum almenningsálit eða þá álit annara sem er komin og sest að í huga þínum. Og ég hugsaði þegar ég sá þessa mynd, þetta er ekkert ólíkt því sem Pétur postuli er að tala um. Komið með mér í síðara Pétursbréf. Mér finnst alltaf svona athyglisvert þegar ég les svona eftir postulana. Þetta eru mennirnir sem predika eftir Jesú. Þeir eru búin að taka við og það er svona eitt og annað sem að þeir eru að segja okkur sem að er í raun og veru alveg í sömu línu, í sömu hugsun og Jesús Kristur var með. Og sjá hvað þetta er athyglisvert þegar Pétur segir í fyrsta kapitulanum, hann byrjar á 16. versinu og segir ekki fylgdu við spaklega uppspunnum skröksögum. Þetta er númer 1. Hann var ekki að tefla fyrir okkur ævintýri. Hann var ekki að búa til fyrir okkur einhverja sögur eins og H.C. Andersen sem bjó til ævintýrin og við lásum þetta fyrir börnin og við lásum þetta sem börn og höfðum voðalega gaman af þessum drauma heimi. En Pétur, hann er svolítið annað. Og takið eftir 19. versinu þegar hann segir ennþá áreiðanlegra er oss því nú hið spámanlega orð. Hvað gerði spámanlega orðið ennþá áreiðanlegra? Hugsun spámanana, þegar Pétur er að tala um þetta, það í það minnsta eru 700 ár á milli Jesaja og Péturs. Getur það virkilega verið að Pétur og spámaðurinn Jesaja 700 árum áður, þeir voru bara sammála. Getur það virkilega verið að spámaðurinn Jesaja, hann hafi haft bara sömu áhrif á hugafar Péturs og við erum að reyna í þessum söfnuði að hafa á hugafar þitt. Við erum alveg hiklaust að segja þér, taktu mark á því sem orðið segir. Taktu mark á því sem spámyndir hafa talað um. Af hverju skiptir það máli? Af hverju eigum við að taka mark á því sem spámyndir segðu? Hver hafði áhrif á þá? Og sjáu hvað Pétur segir við okkur. Og þetta er rétt af yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar, morgunstjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt. Að enginn þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því aldrei var nokkuð spádómur borinn fram að vilja manns. Hver hafði áhrif? Aldrei var nokkuð spádómur borinn fram að vilja manns. Og bara svona ykkur til svona upplýsinga. Það gerðist í Noregi. Það var hvítasunumót hjá hvítasunumönnum ætli það ekki verið í Hedmark toppin ykkur stað þar. Ég veit ekki hvað hafa móti yfirleitt, ég held að sé þar. Að það er svona í kringum 1950 og eitthvað. Að þá var söfnuðurinn mjög andlega sinnaður og þarna stendur einn maður upp í salnum og segir börni mín, svo segir drottinn,
þegar olía fer að renna með suðurströndum Noregs, að þá mun vakning koma yfir Norðurlönd. Og það var ákveðið ráð, safnaða ráð sem hlustaði, þeir skráðu það niður og þeir fóru að bera saman bækur sínar og segðu, heyrðu, hvaða vitleysa er þetta? Þegar olían fer að renna með frá suðurströnd Noregs, það er bara ekki til í dæminu. Svo að samkominni lauk með því að kallinn, hann var áminntur af þessu öldungaráði og hann var beðinn það að hafa sig hægan, stilla sig af og vera ekki að koma með svona dellu upp í safnað og samkomum þegar heilagur andi á að tala. Svo bara liðu 15-20 ár. Þá fóru Norðmenn að leita að olíu undan suðurströnd Noregs og þeir finna Snorrasvæðið og þeir bora niður og þeir bara finna ógrynni af mjög fínni olíu. Hver átti að biðjast afsökunar? Átti öldungaráðið að kalla söfnuðu saman og segja, fyrirgefið því, við bara heyrðum ekki, vissum ekki betur. Maðurinn sem talaði knúinn af heilugum anda, hann hafði bara haft á rétt að standa. Ekki vegna þess að hann hafði hugsað málið, heldur við erum að sjá bergmála í gegnum söguna það sem Pétur er að segja, því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram af vilja manns, heldur töluðu menn orð Guðs, knúðir af heilögum anda. Og þá skiptir ekki máli hvað almenningsáliti segir eða hvað álit safnaðarins er í það sinnið, verið í knúin af heilögum anda, veitið í okkur hlutdeild í því sem að andinn er að segja. Það getur vel verið að við verum ekki sammála fyrst þegar þú segir málin. En ef andi drottins er yfir þér og hann knýr þig til þess að minna okkur á, ekki loka á að heilagur andi tali. Af hverju er heilagur andi að tala svona? Mér finnst líka mjög merkilegt að skoða fyrir Þessalónikubréf 5:20, þegar Páll postuli er að skrifa til okkar og hann er að undirbúa Þessalónikumenn og þá er hann líka að undirbúa ykkur hér í Keflavík. Og við skulum fara bara í 20. versið, 5:20, það er bara nóg að gera það. Verið ætíð glaðir, biðjan aflags þið vitið. Slökkvið ekki andan, segir 19. versið, svo kemur 20. versið. Fyrirlítið ekki spádómsorð. Fyrirlítið ekki spádómsorð, en prófið allt. Haldið því sem gott er. Þar með er dómgrind okkar komin inn í það að við förum að vega og meta hvað er Guð að segja við okkur. Þetta er svona álíka og þegar þú fer að nota símaðinn eða tölvuna þína, það er til fullt af forritum og alls konar upp sem þú getur ýtt á, hingað og þangað, en eru þið til gagns? Skiptaðu þið ykkur máli? Ef þú ert að fara í bankann, ertu þá að fara inn í það sem Morgunblaðið er að segja þér? Ef þú þarft að fara í Morgunblaðið, ertu þá að fara þangað sem bankinn er að segja þér? Nei, þá velurðu þá braut sem þú ert að fara. Og sem kristinn einstaklingur, þá velurðu þá braut sem Biblían er að segja þér. Þú tekur mark á því, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem það nú er. Og Páll postuli segir við okkur, þegar hann er að kenna okkur í 1. Korinthubréfi 12, þá er hann að tala til safnaðarins. Hann er að tala til okkar hér í Keflavík. Og í 1. Korinthubréfi 12 er bara afskaplega notalugur kafli fyrir okkur til þess að rifja upp hvað postularnir hafa verið að kenna í gegnum tíðina. Komið með mér í vers frá 10 til 14. Ég ætla bara aðeins að nefna, tæpa á þessum nokkurum atriðum. Þið einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika greina anda, einn að tala tungum, annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn. Eina og sama hugsunin. Það eru allir sem verða fyrir því að heilagur andi talar til þín. Hvers vegna heldur þú þetta samkomu hér? Er einhver að hafa áhrif á þig?
einhver að reyna að segja þér og benda þér á hvaða leið þú átt að ganga? Erum við hér saman komin sunnudag eftir sunnudag til þess að við stillum hug okkar saman? Við stillum hug okkar saman í því hvað orð Guðs segir. Við erum að móta hvort annað. Við erum að taka það til okkar sem andinn hefur að segja. Og hvers vegna skiptir þetta máli fyrir okkur? Ef þetta er andinn sem var að tala á dögum spámannanna, á dögum postulana, til Þessalónikumanna, til Kórintumanna, þá er heilagur andi að móta söfnuðinn eins í dag. Við erum undir sama áhrifamikla kröftuga mættinum og postularnir voru á sínum tíma þegar þeir fóru frá Jesú Kristi, fóru land úr landi, predikuðu orðið og tákn og undur og stórmerki fylgdu þeim. Og það var ekki vegna þess að þeir voru svo merkilegi menn. Þeir voru menn sama eðlis og þú og ég. En þeir voru leiddir af heilugum anda, himinin var yfir þeim. Sískin, áttuðu ykkur á því sem við höfum hér í Keflavík. Áttuðu ykkur á því sem Guð er búinn að fjárfesta á meðal ykkar. Áttuðu ykkur á því sem Guð er búinn að setja í ykkur. Hvaða gjafir Drottinn hefur gefið ykkur til þetta Suðurnes sem megi loga. Ekki af eldi og brennisteini, heldur af orði Guðs, þekkingun á honum, vitandi það að spádómarnir verði ekki þýddir af sjálfu sér, heldur berðu þá saman við orð Drottins. Hvað stöndum við í dag? Ég var aðeins að koma í 1. Pétursbréf 2 aftur. Bregðuð okkur þangað. 1. Pétursbréf 2. Í 21. versinu, þá segir Pétur þetta við okkur. Já, ég ætla að fara í 1. Pétursbréf. Mér vænt að geta bent ykkur á hvað postulinn hafa verið að segja við okkur. Í 21. versinu, þá segir hann, fyrir hann trúi þér á Guð, vakti hann upp frá dauðum, gaf honum dýrð, svo að trú yðar skildi jafnframt vera von til Guðs. Og mér finnst þetta svo athyglisvert, fyrir hann trúi þér á hann, vakti hann upp frá dauðum, gaf honum dýrð svo að trú yðar skildi jafnframt vera von til Guðs. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og berið hræsnislausa bróður elsku brjósti. Elskið í hver annan af heilu hjarta, þér eru endurfæddir, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs. Og mér finnst það svo athyglisvert þegar við komum að þessu, þá sjáum við að Drottinn einmitt að leggja, eða Pétur einmitt að leggja áherslu á það, að þetta hluti af útvalningunni og kölluninni sem við höfum. Að við sjáum hvað Drottinn að gefa og hvað hann leggur inn til safnaðarins. Þú ert þess vegna alveg eins og jörðin í Englandi. Þú geymir upplýsingar frá fornum tíð. Þú geymir upplýsingar það sem þú þarft að nota. Því meir sem þú lest þetta heilaga lifandi orð og þekkir það, því meiri áhrif hefur það á hugsanagangiðinn. Því meiri áhrif kemur það fram, eða kemur það því til leiðar að þú ferð að vera sammála því sem Biblían að segja. Nú spyrja menn gjarnan, hvað að vera þarna í Miðausturlöndum? Og því heyrið að fréttamenn að spyrja, hvernig stendur á því að nú eru Íranir að skjóta eldflugum á Pakistan og Pakistan að skjóta eldflugum á Íran og svo eru Bandaríkjamenn þarna inn á milli og Ísraelsmenn og skýringin í gefin hjá þessum mönnum. Þetta allt saman vegna Gaza. Þetta allt saman vegna þess að þeir eru að styðja Hamasliða. Af hverju það? Hvaða hugsun þarna bakvið? Að koma öllu í bál og brand. Hafið átt okkur á því að búið að tala þetta löngu fyrir okkar daga í þessari heilugu bók. Það búið að benda okkur á hvernig þessum tíma mun ljúka og það ekkert annað sem að gerast hjá okkur en það að við erum komin á þennan svokallaða síðasta tíma. Hvað þýðir það? Erum við að tala heimsendi? Erum við að tala það að jörðin muni líðun til lok? Nei, við erum ekki alveg að tala það.
En við erum að tala síðasta tíma þar sem djöfulli fær að ganga laus. Þar sem dauðinn fær að ganga og gera það sem hann vill. Því að síðasti tíminn fólginn í því að það enginn sem getur stoppað þessar hörmungar nema Jesús Kristur og endurkoma hans. Þess vegna svo mikilvægt að söfnuðurinn segi og hugsi með sjálfu sér, kom þú drottinn Jesús. Það eina vonin sem mannkynið hefur, því að maðurinn í sinni, má ég segja, stöðu, sinni vitt, sinni spillingu. Maðurinn hefur ekki vit á að hætta að búa til eldflaugar og sniðla eldflaugarnar og búa frekar til plóa og láta jörðina verða að akurlendi svo hún geti framfleytt þessum 8 milljörðum íbúa. Þegar ég var svona 50 árum yngri en ég í dag, þá vorum við gjarnan að tala það í líffræði, þá vorum við að læra hana, að þá kom út bók sem hét Vaxtartakmark mannkyns eða náttúrunnar, eitthvað svoleiðis. Og þá kom alveg belliljós, náttúrufræðingar, þetta voru doktorarnir þið vitið, þetta var háskólamenntaða fólkið, þeir voru allir búin að finna það út að jörðin, hún væri á jaðri þess að geta brauðfætt mannkynið. Við getum ekki fengið meiri mat, við getum ekki fengið meira korn, við getum ekki veitt meiri fisk, við erum alveg komin að brúninni. Og fyrir 50 árum sögðu þeir, það verður að efna til fóstureyðinga. Það verður bara að drepa börnin sem að koma, af því að við þurfum að hafa mat fyrir þau sem lifa. Síðan erum við búin að vaksa, held ég, 3 milljarða, eitthvað svoleiðis. Ennþá er til matur. Ennþá brauðfæði jörðin okkur. Jörðin þvílíkt undur og hún svo frábær sköpun að hún hefur getað séð 8 milljörðum manna farborða. Er þetta vegna þess að þetta tilviljun allt saman? Nei, getur það verið að þetta bara til þess að Guð, að við sjáum Guð á bakvið þetta, hann skapaði jörðina og sagði við mannin, gerið ykkur hana undirgefna. Nú erum við stundum að glíma við þá hugsun að náttúruverndar sinnar þeir að segja við okkur að við þurfum að passa náttúruna svo vel að við megum alltaf nýta hana. Það má ekki virkja. Það verður að gróðursetja bara svona plöntur en ekki hinar og menn verða að fara mjög varlega með náttúruna og helst þarf að búa til þjóðgarða á Íslandi þar sem ekki nokkur maður fær að stíga fæti sínum. Þetta á að vera ósnert náttúra. Við erum ekki hluta náttúrunni þá. Þá hljótu að vera ónáttúruleg. Getur það virkilega verið niðurstaða okkar samtíma, okkar háskólamenntaða fólks að við á Íslandi við erum bara ónáttúruleg? Já, mörguleyti erum við það. Og það verður til þeirri hugsun sem í okkur er. Og ég ætla að fá að skoða með ykkur eitt annað sem er mjög athyglisvert og enda það sem að Pétur er að segja, við skulum koma aftur þar inn. Til þess eru þér kallaðir. Mér er svo athyglisvert þegar Pétur innmitt segir þetta við okkur. Ég ætla að fara með ykkur, ég ætla að lesa frá versi 21 og niður fyrsta kaplan. Hann segir, fyrir hann trúið þér á Guð, vaktan upp frá dauðum og gaf honum dýrð, svo trúið að skildi jafnframt vera von til Guðs. Þér hafið hreinsað, þetta er 21. versið. Fyrsti kapli, 1. Péturbréf 1:21. Og takk eftir, fyrir hann trúið þér á Guð, vaktan upp frá dauðum og gaf honum dýrð, svo trúið að skildi jafnframt vera von til Guðs. Þér hafið hreinsaðu með því að hlýða sannleikanum, berið hræsnislausa bróður elsku í brjósti. Elski því hver annan af heilu hjarta. Og takkið eftir, hann tengir saman að hlýða Guði og við berum bróður elsku í hjarta til hvers annars. Við getum ekki aðgreint þetta, við getum ekki sagt, já, ég elska Guð, en ég líkar ekkert við þig. Já, ég elska þig, en ég er ekki alveg sammála Guði. Því þetta fer saman að elska Guð, fara til orði Guðs og þá elska hvert annað.
Og svo heyrim við, þér eruð endurfæddir, 23. versið, ekki í forgengilegu sæði heldur óforgengilegu fyrir orguð sem lifir og varir, því allt hold sem gras. Já, Pétursbréf, fyrir Pétursbréf. Allt hold sem gras, öll vexen þessum blóm á grasi. Grasið skrælnar, blómi fellur, en orð Drottins varir að eilífu. Hvað mikils virði að taka þá orð Guðs sem varir að eilífu og setja inn í hausinn á okkur? Hvaða máli skiptir hvernig við innréttum kollin okkar? Og nú skulum við fara úr þessu versi og og látum Pál postula tala til okkar. Ég ætla að fara með ykkur í upphaf fyrra Kórinthubréfs, 1. kapitúli. Páll og Pétur eru skemmtilega sammála. Og ég hef ákaflega mikið yndi af því að bera saman hvernig þessi menn hugsa. Og ég hef trú á því að við, þú og ég, við eigum að vera sammála postulunum. Við eigum að vera sammála Jesú Kristi. Við eigum að vera sammála spámönnunum. Heyri, amen. Og þá komum við í fyrra Kórinthubréf. Ég ætla að byrja því að fara í 2:16, þegar hann segir, því að hver hefur þekkt huga Drottins, að hann geti frætt hann, en við höfum huga Krist. Sjá hvað þetta athyglisvert. Getur þið tekið undir það að þú hafir huga Jesú Krist? Hvernig líst þér á? Er það virkilega þannig að í kolli þínum býr bara hugur Jesú Krist? Erum við sammála Jesú Kristi? Hugsum við eins og hann? Þegar Kitty að tala erum við að heyra huga Krist óma okkar að meðal. Þegar ég að tala erum við að heyra huga Krist óma okkar að meðal. Hvað í gangi hjá okkur ef að Páll postuli leggur þetta svona út að við höfum huga Krist? Og hann segir þetta við Kórinthumenn. Og þegar þið lesið Kórinthubréfið áfram, þá var nú eitt og annað að hjá Kórinthumönnum. Það var ekkert allt í lagi. Það var eitt og annað í gangi sem Páll vildi leiðrétta. Það getur verið sama staða hjá þér og mér. Það eitt og annað í gangi sem Drottinn vill fá að leiðrétta. En höfuð huga Jesú Krist. Og ég ætla að fá að fara með ykkur núna í 1. kapitúlan, 10. versið, hjá Kórinthubréfinu. Það á sömu opnunni. Það segir Páll þetta. Ég áminni yður bræður í nafni Drottins og Jesú Krist að þér séð allir samhuga. Takk fyrir. Hvernig það að segja að allir séu samhuga? Að ekki séu flokkadrættir á meðalíðar, heldur að þér séu fullkomlega sameinaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. Eru þið sammála mér? Hafið sömu skoðanir og ég? Þið vitið, hann að hvetja okkur til þess að við séum allir samhuga. Hvað með pólitíkina? Ef að kjósa það sama? Ætli að kjósa eins og ég segi ykkur að kjósa? Þarna komum við að þætti sem hinn kristni þarf að átta sig á hvað í gangi. Við erum nefnilega kölluð til þess að vera ein rödd. Við erum kölluð til þess að flytja einum rómi. Sama fagnar erindið Drottinn okkar og frelsara Jesúm Krist. Amen. Það getur vel verið að þið komið frá öðrum landi og talið öðrum tungum. En við erum sammála í kjarnan það hver Jesús hvað spámennirnir segja, hvað Guð að gera, hvernig við skiljum nútímann. Þar leyndardómurinn á því að vera sammála Jesú Kristi. Eitt hjarta, ein sál. Það svo oft sem að menn hafa hætt að vera sammála okkur. Við höfum lent í því að menn hafa hætt að koma á samkomur. Þeir segja, já, ég nenni ekki, en á stærstu hluta það vegna þess að þeir eru hættir að vera sammála okkur. Þeir vilja hugsa öðruvísi. En þú færð ekkert endilega betri útkomu ef þú ferð að hugsa öðruvísi en það sem apostolarnir og spámennirnir hafa verið að kenna þér og haft Jesúm Krist sem hyrningastein.
Því að mér hefur verið tjáð yður bræður mínir af heimilismönnum Klói að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég hef rosalega gaman af því að koma hingað til Keflavíkur á laugardagsmorgnum og hitta bræðurna hérna upp á lofti. Hvað erum við að gera? Við erum að taka orð Guðs, við erum að taka Biblíuna, við erum að lesa hana og við erum að ræða saman. Við lendum oft í því að einn segir þetta og annar segir hitt, en við lendum aldrei í því að fara ósammála eða í fjandskap í burtu frá hvorum öðrum. Við ræðum málin og það verður meiri eining og það verður meiri samstaða þegar við verðum sammála því sem orð Guðs segir. Þetta sigur og mikill fengur fyrir þessa kirkju, en það kemur að ljós að þetta einn af hyrningasteinum sem Páll postuli að leggja út frá þegar hann byrjar ritun sína á Kórinthubréfinu. Að þið séu samhuga, ekki flokkadrættir á meðal yðar, heldur séu þið fullkomlega sameinaðir í sama hugafari og í sömu skoðun, og við tökum eftir því að þá fer þetta óma svo vel. Því það sem hann segir við okkur, en við höfum huga Krists. Og hugur Jesú Krist, hann ekki sundurþykki. Hann bræðrakærleikur, hann samstaða, hann samstaða við orð Guðs, spámennina, við himinin. Nú ég kannski alveg búin að segja nóg í dag og láta okkur vita að þetta eitt af því sem við bara þurfum að hafa með sömu skoðun og sömu trú. Og ég ætla bara að benda ykkur á 3 atriði sem að hjá mér vaka til þess að koma þessu til skila. Í fyrsta lagi þá það mjög mikilvægt atriði að við höfum sömu skoðun og sömu trú. Láta það ekki fram hjá okkur fara. Verum með sömu skoðun og verum með sömu trú. Í öðru lagi þá skiptir það gríðarlega miklu máli að við stuðlum að einingu safnaðarins. Söfnuðurinn einn líkami, við eigum að vera eitt í Jesú Kristi, margir limir með gáfurnar sem Guð hefur gefið okkur í heilugum anda, og við notum þær ekki okkur til framdráttar, heldur Kristi til dýrðar. Það mjög mikilvægt atriði að við varðveitum einingu safnaðarins. 3. og síðasta lagi, Rómarbréfið 8:17, til að enda á því. Það svo athyglisverður þáttur. Páll postuli nefnir hiklaust að þegar við förum í Rómarbréfið 8:17, þá hann að tala til okkar þjáningar sem mæta okkur. Og getur það bara verið að við sleppum ekki við þjáningarnar. Og það getur hvernig Páll postuli leggur þetta fram fyrir okkur. 8:17. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs en samarfar Krist. Því að ef við líðum með honum, sjáu því, ef við líðum með honum, til þess að við einnig verðum veggsamlegir með honum. Hvaða samhengi þarna á milli? Jesús Kristur leið og dó. Og þegar hann leið, þá var þetta alveg hryllilegu dauðdagi, hryllileg pína. Ert þú tilbúinn að taka eitthvað af þessu á þig? Þú líka látið líða. Hefur tekið eftir því hvað oft að þú lendir í alls konar útistöðum við vinnufélaga, ættingja, nágranna, vini, vegna trúar afstöðu þinnar. Af því þú segir bara að Jesús Kristur drottinn, þá myndast ykkur fjandskapur. Ef þú þolir þetta og líður með Kristi, þá veistu að þú munt líka erfa með honum veggsemdina og dýrðina. Sagði ekki Jesús við læri sinna sína, gott þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Viltu fá þessi orð í eyra? Viltu leyfa drottni eiga hlutild í þér, í því að þú fáir hlutild bæði í hans lífi, í þjáningunum og líka í veggsemdinni. Ekki gefast upp.
vertu sama sinnis, vertu með sama hugafar og láttu Drottinn leiða þig áfram. Heyri amen. Drottinn, þakka þér fyrir að þú blessar okkur í nærveru þinni. Þú hjálpar okkur til þess Jesús Kristur að við mögum halda okkur fast við þitt lífandi heilaga orð. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni í Jesú nafni. Amen. Og elskuðu vinir, náð Drottins og Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum. Ég hlakka til að heyra að þið eru sammála mér. Nú er ég að gera mjög aðalatriði. Við erum sammála Jesú Kristi. Ég ætla að fá að enda þetta með því að rifja upp einn sálm eða eitt kór sem við höfum ekki sungið lengi vel. En hann byrjar svona í bljúgri bæn og þökk til þín. Kannist þið við hann? Þetta er kannski til. Þóri, þú mátt alveg koma og spila með mér. Þetta er örugglega eða getur. Í bljúgri bæn. Eigum við það? Samdi þetta hélti Pétur Þórarinsson, hann var prestur í Laufási í Eyjafjörð. Ég kynntist honum aðeins, ég fluttist á Akureyri. Þetta var maður sem var að glíma við sykursýki og hann missti báðar fæturna og hafði gerðist grín aðeins og sagði við kollega sína: þið komist ekki með tættar þar sem ég hef hælana. Hann var búinn að missa báðar fæturna. Svo einnig bæ.